Gott kvöld, góðir Íslendingar. Ég heiti Ebbi og ég Jesú Kristur. Núna tíminn til að huga að Jesú sem gaf einmitt lægræðisvinunum sínum óspart í skóinn. Ánægður starfsmaður er góður starfsmaður og þristurinn fylgir starfsmannastefnu í anda Jesú. Já, það ekki að ósekju að við byrjum á því að smella ykkur í góðgæti í Ralph Boston skó Ebba sjónvarpsstjóra. Já, það vel við hæfi að smella einni Bluetooth Vodafone tónlistar hátalarakúlu í skóinn. Já, þetta kostar ekki nema 20 skall og með einu handtaki getur þú opnað símaðinn, smella ykkur í góðu með Enrique Iglesias og Bamboleo. Bum bum bum, er bara að segja wow. Vamos a la playa. Ómar stanslust út úr kúlunni sem er kennt við Bluetooth. Sem eins og Kitty Bláton, frendi ekki Sóla sem hringdi pródusentinn okkar Crazy daginn, er á hressari nótunum. Halastjörnur. Næst er mjög vel við hæfi að Lúlli kameramaður fái eitthvað skemmtilegt í skóinn sem að ber þess merki að við berum mikla virðingu fyrir því fórnfúsa starfi sem hann gerir í þágu þristsins. Já, ekki afþakka þessa gjöf sem of mikið vegna þess að hún er nákvæmlega það sem þú merkir fyrir stöðina. Pokémon. Já, reyndar eða Sony Phone. Thailenska útgáfan. Þetta er nú ekkert slagt. Ef þú tekur mandlega utanum kjálkánafrændanum snirð, þá ertu með skemmtilega sjampótegund sem veldur reyndar ofnæmi, en það þykir nú ekki mikið tiltökumál í Tælandi. Gleðileg jól, Lúlli minn. Jói, þú glemdir að læsa í gær, en ég veit þið finnst kartöflur góðar. Árni, þú segir alltaf ég sé alltaf að míga framan í þig. Þá er kannski þörf á þessum frænda hérna. Já, við gerum vel við alla starfsmenn þristsins. Þegar ég fór út í morgun, út í glugga, til að leggja ykkur góðgæti í skófatna starfsmanna þristsins, þá sá ég ykkur að leðurpjöllu, rauðlit á lit. En þetta var engin tuska, þetta voru að sjálfsögðu hátísku Goblinslafa. Glæsilegt rautt plastleður og vörumerkið ekki af síðri endanum. Chippo, smellur á hliðinni. Þú lifir kannski ekki af að stíga á jarðsprengjubint. Ég myndi segja að verði þörf á því þaðan sem þú kemur. En ég verð samt að minna þá að í Reykjavík, Íslandi, er árið 2007. Gúgóslafa, ég myndi ekki segja að það væri mikilvægasti starfsmaður stöðvarinnar. Ég myndi ekki segja að það væri beittasti hnífurinn í skúffunni, þristurinn væri skúffa, en enga síðu þá brunaði ég allar upp í Hafnarfjörð, hendi 65 krónum alls á borðið og enda uppi með hérna luncheon meat í dós frá Pamapól, innihaldandi svínasterku, svínafytu, svínagarnir. Það er eitthvað sem þú hefur nú ekkert fúlsað við gegnum tíðina. Pólska tækni er þetta. Dæmi gert. Það er einhver austantalsbragur á þessu drasli. Það er ekki hægt að opna þetta. Það er bara einhver Berlínarmúr hérna í gangi. Hringdu í Lagfalesa, opna þetta drasl. Þetta er ekki svona finn. Ég ætla ekki að fá þetta með bara. Hundurinn minn myndi hún ekki snerta á þessu. Ég myndi segja að þú og hundurinn minn lifið í ansi svipuðum menningarheimum, en nógu ólíkum til þess að hann myndi ekki snerta þetta drasl.